Komið þið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Hjá mér hérna næsta hálftímann ætlaði að vera Ásta Þórdís Skjaldal og Helga Hákonar. Verið velkomnar. Pepparar báðar. Ásta Dís, þú ert samhæfingarstjóri Pepsins. Og Helga, þú ert búin að vera mjög mikið í þessu starfi líka, er það ekki? Jú. Búin að vera í hvað? 2 ár? Já. Einmitt. Nú eru þið búin að vera með bara fullu á kafi, er það ekki að vera með kaffihúsahittinga þarna í Mjóddinni í sumar? Jú. Hvernig hefur þetta gengið? Sumarsamveran okkar. Sumarsamveran, já. Hvernig hefur þetta gengið? Vonum framar. Já, vonum framar. Já. Við erum afskaplega stoltar af þessu verkefni. Já. Það hefur gengið ljómandi vel og þessi fátt sem við getum kvartað yfir annað en að við hefðum viljað fá örlítið hærri styrk í verkefnið. Já, einmitt. Já, fleiri styrki. En verkefnið er búið að sanna sig, þörfin er til staðar. Þetta er tvíþætt, þetta er annars vegar erum við með veitingar sem fríar til þess að tryggja að fólk í fátækt þurfi ekki að neita sér að fara á kaffihús. Sem sagt, þó það eigi ekki peninga. Og hins vegar snýst að rjúfa félagslega einangrun, sem er sérstaklega þörf á núna í kjölfarið á COVID. Á COVID, einmitt. Og þetta er algjörlega búið að sanna sig, þörfin er til staðar. Við höfum verið hér með yfir 100 manns suma dagana. Hvað ertu að segja? Það er alveg rosalega fjöldi. Eina auglýsingin við settum þetta á Facebook og bústuðum þegar við byrjuðum verkefnið. Og svo kom frétt okkur á Stöð 2. Já, en eina kynntauglýsingin var þetta á Facebook. Já, einmitt. Og það náttúrulega verður að nefna það að við erum með nokkur fyrirtæki sem hafa sýnt okkur mikinn velvilja og hafa gefið okkur aðföng sem að bara er okkur algjörlega ómetanlegt og án þess hefðu við bara hreinlega ekki getað klárað verkefnið. Akkúrat, einmitt. Og það er bara svo gott þegar samfélagið tekur við sér og reynir að leggja hönd á plóg. Það er afskaplega dýrmætt. Og þetta verkefni var afmarkað, þetta var 8 vikna verkefni. Já. Byrjaði 29. júní og lauk 21. ágúst. Og við ætluðum að hafa húsnæðið lokað í heila viku á meðan við værum vegna breytinga. En við gátum eiginlega ekki annað en opnaði aftur vegna þess að fólk bara hafði orðið við okkur og það vissi bara ekki hvað það ætti að gera ef við lokum. Svo er þetta náttúrulega lok mánaðarins þegar fólk á ennþá minni pening heldur en í byrjun mánaðarins, þannig að þetta var rosalega vondur tími að loka. Fólk var hreinlega með tárin í augunum yfir því að við ætlum í alvörinni bara hvað gerum við í næstu viku? Já, einmitt. Þá erum við að bara báða hópana, þá sem ekki hafa peninga til að kaupa sig og þá sem eru bara félagslega einangraðir og þurfa á því að halda að koma út og hitta fólk. Þrátt fyrir COVID, þá er það bara þessi mannlega nánd. Einmitt. Hafið þið þurft að einhvern veginn að halda einhver svona öðru hverju borði fríu eða einhvern veginn eitthvað svoleiðis eða hafið þið bara... Við tókum nokkur borð úr umferð. Já. Strax notuðu þau til þess að auka á bilið á milli skjólstæðings og sjálfboðaliða. Já. Þannig að til að halda 2 metra regluna og þar með vorum búin að fækka borðum þannig að væri meira rými í salnum. En það eru fólk sest svona, saman í hópum. Þeir sem eru hittast reglulega, þannig að það dreifist á borðinu og þeir sem eru nánari sitja saman á borðunum. Við reynum að gæta eins vel og við getum af því að fylgja öllum reglum. Við erum með sprit á staðnum og það er sjálfboðaliðarnir afgreiða þegar við byrjuðum. Þá gat fólk tekið sér sjálft af diskunum. Núna erum við með sjálfboðaliðarnir setja á diskinn það sem þú óskar eftir. Þannig að
Já, við reynum að gera okkur best. Já, og svo náttúrulega líka, þú veist, ef viðkomandi vill til dæmis meira kaffi, þá það bara alveg á hreinu, við afgreiðum það kaffið og svo spyrjum við strax á eftir. Þannig að já, ég held ég að springa oftast 11 sinnum á 7 mínútum. Já, já. Þannig að þetta hefur alveg bara gengið þrátt fyrir allar þessar takmarkanir, samkomið takmarkanir. Já. Já. Hvaða hópar er það? Ég sá þegar ég kom þarna í heimsókn daginn að það voru með þó nokkrir sko, stöðu flóttamanna eða innflytjendur. Er þetta stór hópur sem að kemur? Það misjafnt. Suma daga koma margir, aðra daga koma fáir. Já. Það samt einhverjir í hópnum sem koma alla dagana sem verið með opið. Já. Og þetta fólk sem það gengið rosalega vel hjá okkur að blanda þessum hópum saman. Það var ekki verið neinir árekstrar. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja út í það nefnilega, hvernig það gengi og hvort það væri líka, mér langaði líka að spyrja sko, að því nú náttúrulega mikið að flóttafólkinu eða innflytjendunum sko, hefur ekki tungumálið. Eru þið að finna fyrir því að hvernig þetta fólk sko, hvort það sé vel upplýst til dæmis stöðuna þegar kemur að COVID og annað og eru íslenska fólki sem mætir eða sjálfboðaliðarnir að aðstoða fólk við upplýsingaöflun eða eitthvað svoleiðis? Við reynum eins og við getum. Við höfum verið að nota Google Translate svolítið. Já. Sem að reyndar veldur stundum smá misskilningi en við viljum hlæja bara því. Já. Og sem betur erlendu gestirnir okkar líka. Já. Við erum líka það heppnar að hérna á föstudögum arabískumælandi sjálfboðaliði, þannig að hann hefur að hjálpa og þeir sækja í hann sem eru arabískumælandi. Og við passum okkur að setja allar upplýsingar inn á arabísku, pólsku, ensku og spænsku og íslensku að sjálfsögðu og svo náttúrulega getum við líka sagt frá því að við erum tvær sem ætlum að skrá okkur spænsku námskeið til að geta betur tjáð okkur. Já, frábært. Þetta líka ítur undir valdeflingu fyrir okkur og upplýsingar fyrir okkur. Einmitt. Æðislegt. Mjög skemmtilegt. Svo væri nú kannski hægt líka að vera með svona skiptidíla við fólk að eins og ég gerði einu sinni með eina spænska stelpu á Íslandi. Ég reyndi að kenna henni íslensku og hún reyndi að kenna mér spænsku. Það kom nýlega til okkur ungu maður frá Þýskalandi, hann vildi endilega fá að kenna einhverjum þýsku. Já, einmitt. Þannig að það alveg inn í myndinni að koma á einhverju slíku. Einmitt. En svo, við erum búin að hafa húsnæðið að láni frá Hjálpræðishernum undir þetta verkefni, saumasamveru, í sumar. Nú eru þeir að flytja í nýja flotta kastalann sinn. Já, einmitt. Sem er framlega núna einhvern tímann í september. Þannig að við erum að taka við húsnæðinu þeirra í Mjóddinni. Við erum að leigja það væntanlega til næstu 2 ára. Þannig að hér erum við komin til að vera næstu 2 árin og erum sem sagt loksins að upplifa langþráðan draum verða að veruleika. Því okkur lengi búið að langa til þess að opna miðstöð fólks í fátækt. Þannig að það bara að gerast núna. Þannig að við erum bara að undirbúa húsnæðið, við erum að gera allt klárt og svo setjum við upp vetrardagskrá leið og hún er tilbúin, þá munum við auglýsa hana hvaða tímar eru opnir hjá okkur og hvenær má droppa við. En svo verðum við líka með lokaða starfsemi því við erum að vinna að valdeflingu hópa sem eru hjá okkur. Þannig að við erum með ýmislegt í gangi. Við erum í samvinnu við háskólasamfélagið. Við erum í samvinnu við Hjálpræðisherinn, við erum í samvinnu við nokkur fyrirtæki og Samhjálp. Byrjuðum náttúrulega síðasta þriðjudag með samstarfsverkefni með Hjálpræðishernum að við erum áfram með opið hús, svona kaffihúsið okkar í 3 daga í vikunar í samstarfi við Hjálpræðisherinn og stefnum á að vera með það áfram. En vonandi losnum við COVID bara sem fyrst og þá fer það að vera með aðeins breyttara sniði og fólk getur fengið sér sjálft. Og þá eru sjálfboðaliðarnir okkar ekki eins bundnir við að vera í eldhúsinu stöðugt að smyrja og sjáum og græja og svoleiðis. Og svo náttúrulega erum við að gera okkur vonur það að þeir skjólstæðingar sem eru að koma til okkar
kannski rangt sjálfsbjörnstæðingur, en þeir sem eru að koma til okkar að þeir fari líka að eflast í að vera meira með peppstarfinu öllu, ekki bara það að koma hingað á þetta kaffihús. Já, í rauninni að þeir eflist í því að til dæmis geta verið sjálfboðalegar sjálfur síðan. Já, algjörlega. Já. Það ákveðið takmark hjá okkur að ná fólki úr vanvirkni í virkni. Já, það eiginlega svolítið sem við höfum verið að sérhæfa okkur í. Við erum í samvinnu við félagsþjónustuna og fleiri í því tilliti að fólk sem hefur einangrast einhverju hluta vegna heima hjá sér, að það getur komið til okkar og það getur pantað viðtalstíma, komið og byrja bara hægt og rólega í starfi með okkur. En takmarkið að koma fólki úr vanvirkni í virkni. En stærsta takmarkið okkar náttúrulega að þörfin fyrir okkur sé ekki til lengur. Nei, stærsta takmarkið okkar og æðsta takmarkið frá byrjun hefur verið að leggja samtökin niður. Já, ég sé það. Það verður ekki lengur. Það miklu betur orðað að hreint út, að leggja samtökin niður að því fátækt verður ekki lengur til. Já. Það hefur alltaf verið takmarkið. Þannig að PEP náttúrulega með ákveðna svona sjálfseyðingar hvöt. Já, algjörlega. Já, einmitt. En finnið þið fyrir því eins og núna bara, hafið þið fundið fyrir þessari aukningu fátæktar núna í gegnum COVID-ið síðan í vetur? Hvernig upplifið þið svona hljóðið í fólki? Ég upplifi það þannig að fólki finnst erfiðara að lifa mánuðinn af vegna þess að börnin eru eingöngu í mat heima við. Já. Og einhverjir skólar eru ekki með opin mötuneyti, heldur bjóða eingöngu upp á að börnin geti keypt samlokur og þess aftar. Og þú gerir þetta enn erfiðara fyrir þær fjölskyldur sem eru í fátækt nú þegar. Síðan bætist við atvinnuleysi. Það gríðarlegur fjöldi fólks út í samfélaginu sem mist vinnuna vegna COVID. Og það nú heilmikil umræða í gangi núna einmitt bæturnar og stjórnvöld virðast trúa því að ef bæturnar hækki þá fari bara fleiri á bætur. Já, bóta umræðan sem einmitt Seðlabankastjóri var fann að taka þátt í dag. Já, sem bara algjörlega út í hött því að enginn með snefila sjálfsvirðingu vill vera á atvinnuleysisbótum. Það segir sig bara sjálft að það hluti af mannlegri reisn og hluti af sjálfsmynd fólks að hafa atvinnu. Svo má náttúrulega ekki gleyma þeirri staðreynd að við heyrum það nokkrum sinnum á dag. Fólk að hafa svo miklar áhyggjur vegna þess að það næri ekki endur saman vegna þess að hlutirnir eru að hækka svo rosalega mikið. Ég heyrði dæmi ódýrasta klósettpappírinn í ákveðinni verslun hefði farið úr tæpum 400 krónum í 800 krónum. Já. Og þetta hafi gerst núna bara vegna COVID. Já, og svo náttúrulega má ekki gleyma þeirri staðreynd að það ætlast þess að við sprittum og notum hanska og grímur og allt þetta. Og hanskarnir hækka einhvert einasta skipti sem að þeir eru pantaðir inn. Já. Þeir eru búin að hækka 250% í sumum verslunum. Sprittið og hanskarnir, grímur, tala nú ekki spritt, klúta eða hvað það sem ætlast til að fólk sé með. Þetta gríðarlegu kostnaður. Já, einmitt. Grímurnar eru alveg svakalega dýrar víða. Bara í apótekum til dæmis, alveg rosalega dýrar. Langdýrastar í Costco, 50 grímur í pakka á 2.809 krónur. Já, einmitt. Og svo eru nú ekki allir sem fara þangað. Nei, og svo náttúrulega líka, þetta alveg nógu gríðarlegu kostnaður fyrir venjulega mannesku ef einhver skildi flokkast undir þann pakka að vera venjulegur. En hvað þá fyrir einstaklinga sem eru í okkar hóp. Já, og jafnvel þegar við erum að tala öryrkja sem eru í þeirri stöðu að vera í miklum áhættuhópum sem þarf að kaupa ekstra mikið. Þannig að þeir sem eru öryrkjar til dæmis og eru með undirliggjandi sjúkdóma og eru í miklum áhættuhópum, það kostar þeim ekstra mikið því þeir þurfa stanslaust að vera þessu. Já, algjörlega. Að kaupa þessi aðfeng og ég meina ef þú bara horfir á einnota grímurnar sem að fólk eru að nota þær duga í 34 klukkutíma á dag og þú ert kannski úti í 12 tíma. Einmitt. Já, einmitt. En ég held að það var að koma, það hefði verið gerð einhver rannsókn hjá
Þroskahjálp, ef ég man rétt. Nei, ekki Þroskahjálp, já, Hjálparstofnun kirkjunnar, þeir voru að tala að einmitt einstæðar mæður væru bara langverst settar af öllum. Finnið þið fyrir því líka niðri á kaffihúsinu Pepp? Fáið þið mikið einstæðan foreldrum eða einstæðan mæðrum? Sko, stór hluti sjálfboðaliðan okkar eru einstæðar mæður. Já. Og við þekkjum vel í gegnum þær. Og við erum með einni hóp af skjólstæðingum sem eru að glíma við þetta, eru einstæðir foreldrar á örorkulífeyri. Einmitt. Þetta er náttúrulega það er bara ávísun á fátækt að vera einstæð foreldri og lifa á örorkulífeyri. Það er bara ávísun á fátækt. Það er bara svona eins og go to jail í Matadorinu. Já, einmitt. Þú ert bara, já, einmitt. Þú færði ekki 2000 krónur og það er alveg. Einmitt. Já, og það er einhvern veginn, svo er maður líka að hugsa núna hvernig þetta hafi verið fyrir foreldra fatlaðra barna. Af því nú erum við sífellt að heyra líka fólk tala eins og núna var formaður Þroskahjálpar að tala að það væri ekki þegar önnur bylgjan af COVID kemur upp, það var ekki ennþá búið að gera semjanina viðbragðsáætlanir, þeir verið að loka sérdeildum eða loka skammtímavistunum eða einhverju, það er ekkert sem kemur í staðinn. Nei, og það er töluvert af foreldrum barna með veikt ónæmiskerfi eða undirliggjandi sjúkdóma sem að geta bara ekki farið út á meðal fólks að þau geti borið COVID heim. Þau eru bara einangruð. Akkúrat. Þannig að vinnudóttir minnar hefur ekki fengið að fara út úr húsi síðan í mars. Já, einmitt. Hann er undirliggjandi sjúkdóma, hann fer bara út úr húsi. Og það náttúrulega hefur gríðarlega áhrif á möguleika fjölskyldurnar til tekjuöflunar. Það er bara máli. Einmitt komum fram í viðtali ég man ekki alveg hvað, þar sem þau voru að tala um það að þau eru búið með alla veikindarétt og alla rétt til alls og hvorugt að getur stundar fulla vinnu því það þarf alltaf að vera heima hjá drengnum því að hann getur ekki séð sig sjálfur. Já, við talum við, hvað heit það, Ingi Kristmanns. Já. Þetta var miðjan mánuðinni mitt, þar var faðir hans að tala um það einmitt, þau væri bara búin að nýta allan veikindarétt og þetta væri bara einmitt alveg gríðarlegt tekjutap. Já, þegar lokaði Ás vinnustofu og skammtímavistunum og allir slíku núna í fyrri bylgjunni, þá var ég heim með mína dóttur allan daginn, alla daga. Einmitt, já. Og ef ég fór eitthvað þá fór hún með mér, hvað sem henni líka betur að vera. Já, einmitt. Já. Það er bara verulega heftandi fyrir okkur báðar. Einmitt. Já. Hvað er hún gömul, þín stelpa? Hún er 23 ára. Hún er 23 ára. Já. Já, það er 23 ára. Já. Þannig að hún átt að vera á Ási eða hvað? Er hún á Ási vanalega? Hún er að vinna í Ási, já. Já. Hún lúkaði í smá tíma, svo fekk hún að mæta hálfan daginn, en mátti þá ekki nota ferðaþjónustuna. Akkúrat, já, ok, já, þannig það kemur náttúrulega líka inn í. Já, það þurfti að keyra hana á einkabíl eða sækja hana á einkabíl. Já. Það er alls konar svoleiðisreglur, hún má ekki borða í matsalnum með hinum starfsmönnunum og hinum svæðunum, hún má ekki lengur fara, meira þess ennþá, þá fær hún ekki að fara inn á önnur svæði, þannig að núna er hún föst á einu svæði í staðan fyrir að vera tveimur og svona vön. Einmitt. Þannig að Ási, mákona mín er á Ási líka og það var á tímabilum verið að grúppa eitthvað niður, fækka í einhverjum hópum og þau mættu mæta eitthvað til skipti, Já. Þannig að það er svona ýmsar aðferðir. En svo er það ekki nýtt í matsalnum eða neitt slíkt, heldur þurfa borða inn á sínu svæði og svo fara inn á matsalinn ákveðin tíma. Það sem að vinna við að aðstoða í eldhúsinu, þeir mega það ekki vegna góði. Þannig að það þarf að finna ný verkefni handa þeim. Svo náttúrulega líka ekki, má gleyma því að fyrirtæki og aðrir eru ekki að senda eins mikið af verkefnum til Ás, þannig að þau eru svolítið verkefnalaus. Já, þannig að þau hafa líka minna að gera. Spila og annað líka. Eitthvað sem þau eru ekki vön að gera. Einmitt. Þannig að verkefnin þeirra eru færri. Já, akkúrat. Já, einmitt.
En mér finnst þetta svolítið rosalegt sko, því það var bent náttúrulega það var bent á þetta í vetur að það yrði að vera einhver úrræði fyrir foreldra fatlaðra barna og fatlaðs fólks, en svo einhvern veginn ekkert búið að gera virðist vera í millitíðinni og nú komin upp þegar kemur upp þessi COVID-bylgja 2 að þá bara þá einhvern veginn fólk á sama stað. Það var eitthvað brugðist við með fólk með NPA-þjónustu sem að benti á sko, að þar væri pottubrotin, það var ekkert búið að undirbúa hvað þetta gerast ef einhver fengi grunnsemdir smit eða annað og upp á bara starfsfólkið hjá NPA-fólkinu. Þannig að þar fór eitthvað í gang en ekki samt virðist vera í þessum málaflokki. Nei. Þannig að já, þetta svolítið sérstakt. Já. Ég verði líður að viðurkenna að það kemur mér samt ekki óvart vegna þess að okkar hópur einhvern veginn alltaf bara afskiptur. Já, einmitt. Já, það einhvern veginn alltaf verið að, það allir sammála það að það þurfa að virða mannréttindi fatlaðs fólks alveg eins og annarra. Já. Ég meina, öll erum við fólk og öll eigum við skilið að mannréttindi okkar séu virt. En þegar það kemur að framkvæmdinni, þá einhvern veginn hlaupa allir í sitt hvort áttin og benda hver á annan og enginn axlar ábyrgð á því að laga umhverfið og framkvæmdin fylgi. Einmitt. Akkúrat. En mér fannst svolítið samt, ég var einmitt að hugsa þetta núna þegar Bjarni Ben fór að tala atvinnuleysisbæturnar og svo núna Seðlabankastjórinn. Þarna fannst mér líka einhvern veginn samt fólk byrjaði að viðurkenna ákveðna hluti sem að það kannski hefur ekkert viljað viðurkenna. Viðurkenna bæturnar eru óviðunandi, þær eru á lág, þær viðurkenna það. Já, þeir viðurkenna líka að þeim finnst það bara allt í lagi og finnst það er bara að vera ennþá lægri í rauninni. Já. Og það finnst mér alveg rosalega sláandi. Af því nú var til dæmis þegar var verið að tala atvinnuleysisbætur og bætur fyrir fólk út af COVID þarna fyrst í vetur og þá voru allir rosalega sammála það inn á Alþingi að fólk gæti ekki lifað af minna en 400.000 krónum eða eitthvað svoleiðis. En það þessi tilhneiging til þess að búa til einhvern ómaga flokk og henda í hann öllum sem eru á örorkulífeyri og tala öryrkja í staðinn fyrir að tala eins og þetta raunverulega eru langveikir og fatlaðir einstaklingar og atvinnulausir þeir fara í þennan flokk. Meira segja þó að staðan sé núna þannig að fólki sagt upp vegna atvinnuþurrðar eftir COVID og það það hvarflar ekki að nokkru manni að það sé einhverju atvinnuleysisbótum í dag að því að nenni ekki að vinna. Þannig ég skil ekki alveg þessa hugsjón og þennan stimpil Það hvarflar samt greinilega að Seðlabankastjóra. Ég meina, það alveg ennþá fólk með þetta viðhorf og þetta náttúrulega afskaplega gamaldags viðhorf. Já, og í staðinn fyrir þá heilbrigðu hugsun að ef þú ert með eðlilegar tekjur, hvort sem þú ert á örorkulífeyri eða atvinnulaus, ef þú ert með nokkurn veginn eðlilegar tekjur, þá gefur það þér það sem þú þarft til þess að koma þér í aðstæðuna sem þú vilt vera. Það vill enginn, alveg sama hversu oft endurtaka að þeir haldi allir vilja fara á jöfnuna, það vill enginn vera þegi. Nei, það nefnilega máli. Og það líka, svo svo margt annað sem að bara gefur fólki, bara eins og þið eru að reyna að gera með virkninni líka, það svo margt annað sem fólk missir af ef það ekki á vinnustað eða ekki einhvern veginn í einhverjum þannig félagslegum hóp, Svo náttúrulega líka það að það staðreynd að ef við hefðum aðeins meira á milli handana, öryrkjar, atvinnuleysisbætur eða hvaða hópur svo sem þetta ef við getum leyft okkur eðlilega hluti, við getum verslað í matinn seinni hluta mánaðarins eða hvernig það þá erum við að borga hærri skatta með því að vera að nota peningana og við erum að hjálpa
hjólum atvinnulífsins og hjólum landsins að snúast. Það er það sem að gleymir svo rosalega oft, að það halda okkur í fátækt og við fáum frían mat, hvort sem hann er út runnin eða í svona verkefni eða hvernig það er. Það getur bara ekki verið að þetta sé svona rosalega sjálfsagður hlutur, en ef við erum ekki með nægar tekjur til þess að taka þátt í lífinu, þá erum við í staðinn ekki að leggja eins mikið til þjóðfélagsins og við myndum gera með sköttunum sem að við bara eru til dæmis að matvælum, bensíni, þú veist, alveg sama hvað það er. Það eru bara meiri peningar í umferð. Algjörlega. Út í samfélaginu, þannig að það hlýtur að bæta stöðu hagkerfisins. Og svo er ekki endalegt að horfa á það sem er búið að afsanna með rannsóknum. Það er ekki endalegt að horfa á alla þessa gerviöryrkja sem að svo margir vilja meina sér svo stór hluti af okkur. Eða þá sem nenni ekki að vinna og það eru leynda atvinnulífsbótum. Ég get ímynda mér það finnir þetta svo auðvelt að nenni ekki að vinna og vera atvinnulífsbótum. Þetta hafa svo mikið fyrir þessu. Og jafnvel þó að það sé þarna einhver örlítil prósent sem fellur í þennan flokk. Af hverju í ósköpunum er réttlætanlegt að refsa öllum þessum fjölda manns fyrir þessa lágu prósentu sem sko er að, hvað maður segja, eins og sé gerviöryrkja. Þetta eru bara örfáir einstaklingar sem eru þarna fyrir vilja vera þarna og af hverju þarf að refsa öllum hinum fyrir það? Ég meina, myndi einhver sætta sig við þá almennum vinnumarkaði af því að það er einhver einn eða tveir í fyrirtækinu sem að mæti vinnuna er ekki að gera neitt og þykja bara launin sín. Myndi einhver sætta sig við það að fyrirtæki segi þá, heyrðu, ok, af því það eru tveir sem eru að svindla á kerfinu, þá fáið þau öll lægri laun. Og einhver hækkanir. Nei. Það myndi náttúrulega enginn sætta sig við það. Málið er bara að þessi samfélagshópur er svo valdalítill í sínum aðstæðum þegar þú ert að glíma við mikla erfiðleika heima fyrir. Þú átt ekki mat handa börnunum þínum að borða, þú getur ekki keypt það sem þau þurfa í skólan og annað slíkt, þá ertu ekki að berjast fyrir réttindin. Þú ert ekki, að banka á hjá pólitíkusunum og segja, þú ert eitthvað miskilja. Þú ert bara heima í þínum erfiðleikum, þú hefur ekki röddin út í samfélagið og samfélagið veit ekki af þér og vill ekki vita af þér. Þú ert algjörlega vandalaus í samfélagið. Plús að þú ert endalaust að fá þau skilaboð frá samfélaginu og jafnvel fólki sem er þér ágætlega náið, að þú sért bara afæta og þú, lélegur pappír, þú ert í þessari aðstöðu að því það er eitthvað að þér, ekki af því það er eitthvað að samfélaginu, og þú ert að fá alveg nóg. Þú átt bara að fá rétt nóg til þess að skrimta og búi. Þegar þú farðir til viðhorf allan daginn, þetta dunur á þér jafnvel frá fólki sem þið ekki vænt lítur upp til, hvað mögulega áttu? Þetta er það sem við þurfum að breyta. Það gerum við ekki nema með því að hleypa þessari rödd af og opna inn í samfélagið fyrir þennan hóp. Þess vegna erum við hér, Öryrkjaráðinu. Heyrðu, já, látum þetta vera loka orðin í dag. Ég held að þetta sé góð loka orð. Og ég vona að það gangi áfram svona vel hjá ykkur í nýja húsnæðinu, nýja plássinu ykkar niður í Mjódd og bara hvet fólk til þess að kíkja á ykkur. Kærar þakkir fyrir það. Endilega, ef einhver vill baka og koma með og gefa okkur eða eitthvað slíkt, þá er það meira en velkomið. Við tökum beinsendi móti öllu slíku. Heyrðu, kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn og þakka ykkur áhorfendur áhorfið og ég minni ykkur á Facebook síðun okkar Öryrkjaráðið og svo sjáumst við bara næst. Takk.